Jæja. Herðu, velkomin á Fram TV. Við erum það Kristófer og Þorvaldur vera með ykkur inn í dag. Við förum með í liðin. Það er gestalið nr. 12 Sigurjón Guðmundsson, nr. 50 Ingvar Ingvarsson, nr. 4 Bjarki Finnbogason, nr. 6 Ágúst Ingi Óskarsson, nr. 7 Kristófer Andri Dagason, nr. 8 Kári Tómas Hauksson, nr. 14 Pálmi Fannar Sigurðsson, nr. 15 Hjörtur Ingi Halldórsson, nr. 19 Kristján Pétur Barðarsson, nr. 22 Einar Bragi Atlinsson, nr. 27 Elías Björgvin Sigurðsson, nr. 29 Sigurður Jefferson, nr. 44 Sigurðinn Járn Ármannsson, nr. 48 Símon Mikael Guðjónsson, nr. 73 Einar Pétur Pétursson, nr. 80 Kristján Óttar Hjálmarsson og þjálfarar HK eru Elías Már Halldórsson, Árni Jakob Stefánsson, starfsmaður 7 Ársæll Ingi Guðjónsson og starfsmaður D Andrés Vonarsson. Og lið heimamanna er skipað þannig nr. 2 Arnór Máni Dagason, nr. 19 Róbert Örn Karlsson, nr. 4 Róbert Árni Guðmundsson, nr. 5 Tómas Bragi Gunnarsson, nr. 6 Arnór Róbertsson, nr. 7 Martin Sverrir Bjarnason, nr. 8 Viktor Seinn Sighvatsson, nr. 9 Brannar Máni Eyjólfsson, nr. 20 Agnar Daði Einarsson, nr. 21 Aron Örn Heimisson, nr. 22 Kjartan Þór Júlíusson, nr. 23 Atli Rúnar Sigurðsson, nr. 25 Stefán Orri Arnaldsson, nr. 26 Aron Fannar Sindrason, nr. 28 Guðjón Andri Jónsson, nr. 45 Halldór Sigurðsson. Þjálfarar Fram í dag eru Guðfinnur Arnar Kristmannsson og Sebastian Alsettisson og starfsmaður 7 er Árni Þór Þorvaldsson og starfsmaður D Bergur Bjartmarsson. Heyrist ekki alveg í þessu eða? Það er Þorvaldur að mættu við mækinn. Er það nógu neðarlega mækinn hérna? Það er flott. Þetta? Þarna? Kristóf, vilt þú fara í HK? Ég er búinn að því Andri. Eru búinn að gera fram með? Ég er búinn að fara í Fram líka. Tattu við. Herðu, þá byrjar þetta. Framar á fyrir sókn. Í vinstra horninu er Rannar Máni Eivis. Mækinn minn eitthvað? Nei, þetta er fínt bara held ég. Herru, framar að byrja í sókn. Herru, mækinn eitthvað húðað? Það er ekki bara fínt það, ég heyr hann vel ég er. Ok. Líka stæmt hann á sænska. Herru, ég var að byrja að fara í liðinu hérna. Það er Ranna Máni í vinstra horninu, Sænski í vinstri skítunni, Matti í miðjunni, Aron Örn í hægri skítunni og svo erum við með hann Arnór Róbertsson á línunni og Viktor Sveinn í hægra horninu. Eru að púnta niður mörkin? Já. Hver er þetta? Þetta er Hjörtur. Það ekki? Jú, leikmaður nr. 15, Hjörtur Ingi Hjartarson. Og Aron Örn Heimisson. Aron jafnar, 1-1. Ákváðingar starta þannig að Símon Mikael í vinstra horninu, Einar Bragi í vinstri skítunni, Hjörtur Ingi á miðju, Kári Tómas í hægri skítu, Kristján Pétur hægra horni og Kristján Otto Jónsson á línu. Sigurjón Guðmundsson fyrir marki ákvæðinga. Ég er bara að jafna mig eftir eitthvað kvíðakast þarna í uppleystinum sko. Þetta var alveg afbrot sko. Þorvaldur var að mætt líka, hann er svolítið kvíðasjúklingur.
Það ískraði allt hérna. Það er bara gaman í því. Einar Bragi upp í skot. Gott skot hjá Einar Braga. 2-1. Framar að gera á. Pálmi brýtur á Aroni. Vel brotið hann á Pálma. Þá kemur Arnór Róbertsson inn á. Framar að spila inn á milli sín. Og Matti með skotið. Matti skorar. 2-2. Glæsilegt skot hjá Matta. Hákaðingar gera það. Fínt brot hjá Sænska og Tómasi. Fram að vinna með eina skiptingu. Arnór Róberts keyrir Tómas Bragi tekur vörnina. Sömuleiðis Hákaðingar. Pálmi kemur út af í sókn og inn á kemur, hver er ekki, Kári Tómas. Ég er ekki alveg með nöfnin á Hákaðingum að hreinu. Gott vörninni á framörum. Hákaðingar stillir upp í kerfi. Það er enda Júta. Flott vörn hjá Hrannari. Og góð línusending. En Róberts lokar. Kastinn á fókastinu. Þeirra Framar upp í svo. Og Aron upp. Aron nettir honum í skeytin. Gott skotan með Aron. Það er að Samúel hjá Aroni. Þessi leikur byrjar að krafti. 3-2 fyrir heimamönnum. Tæpar 4 mínútur. Það er alltaf gríðarlega mikilvæg leikur fyrir Hákaðinga. Já, vinna þennan leik þá er komið upp í úrslitakeppni. Yes. Ef nægir ekki jafntefli Víkingur vinnur. Móti hverjum Víkingur, veistu það? Víkingur eiga Mér langar að segja Krí. Nei, þeir eru spila Krí í þessu. Krí á Vængir held ég. Og Fjölnir Valur Jú. Ég veit ekki alveg hverju Víkingur er. Stekkaði með Kæró. Hjörtur kemur á í árás. Góð varnir. Vel brotið hjá Tómasi. Lókið glæsa það bara við hér. Og Hjörtur kemur á þetta. En allt er góð vörn. Aron með brotið. Svona. Herðu, hvernig laga með ekki? Það er flott. Og Kári Tómas með skot. Skorar. Jafnar þetta í 3-3. Framar er að keyra á. Marri inn á hornið og Hrannar skorar. Gott slút á með á Hrannarinn. Setur hann í fjárhóttni. hann kemur úr Mekku Handboltsons úr Árbænum. Nú, Fylkismaður. Uppalinn úr Fylkis Legends. Þeir koma margir þaðan. Já, Hákaðingar róa. Ég er ekki búinn að borða það. Nei, ég veit ekki. Taka hérna Sema. Botna hornið. Símon í gegn. Það var okkur í gegn. Það var ekki grýpað að gegn mér. Nei, það var ekki, það var góð sending. Og hér keyra Framar á. Aron í yfir þetta finnur. Æslaka líka. Fín byrjun á þessu leik. Framar alltaf sjóðandi heitir í sin fyrsta leik í síðustu umferð. Já, það er góðið sigur. Skemmtileg staðarend að Basti og Guffi eru að fara að taka við Hákaðingum eftir tímabili. Og víti. Og línspil þarna hjá Aroni og Arnóri. Það var fyrst hérna réttilega víti. Og Róberts er á punktinn. Hann vil oft kalla sig stjörnuna í auðliðinu. Sýr á veran inn. Þetta var alltaf fast. Þetta er súkulega úlið þarna. Nei.
Það er taka Gæró, Kristján kemur hérna fyrir utan. Klári fyrir gegn, og skýtur fram hana. Það var hana. Sko, ákveður að taka langa skiptingu en þeir virðast ekki með Sænski skot, sem Sigurjón vel vel. Þeir ná alltaf löngu skiptingu. Já, hann er að skipta hérna alveg frá hægri skiptinu. Jón Pálma. Hákvæðingar og aftur Framarar að spila hörku vörnina fyrstu 7 mínúturnar. Mjög sterkt, það er tveir turnar að því fristunum hérna. Tómas og Sænski. Hákvæðingar eru vanir að keyra á miklu tempu. En Framararvörnin er að standa gríðilega vel í stundina. Gott skot hérna. Stöngina á Einarbra. Þeir ná frákastinu. Aftur. Það er flott skot. Einarbra. Það er tilunnið en það gekk í seinna skíti. Það er 50 hérna fyrir Framarum. Það er bara 8 myndir búin á leiknum. Það stilla Framarar upp í sókn. Vel gert á Matta. Glæsileg þetta þarna. Íbjörn að það skoður. Næstu í toppinum. Það virkaði. Enn eitt brúkasti. Enn góðið á Sænska. Ná skiptir Pálmi Kára aftur. Góð línusetning og Kristján skilur þessu menn netið. 6-5. Framar að keyra á góð fyrta. Góð verðnandi að hjálpa verðinu Símoni. Það er óþálandi í hornið náður. Já. Stilla Framarar upp í sókn. Taka hérna Júka. Sænski í gegn. Fríkast. Vel brotið á Pálma. Það er vel mætt í dag. Já, það er gaman að sjá það. Það er fyrsta Einu bara upp. Róbert veður vel. Sænski skorar. 7-5. Gríðarlega góður kafli hérna á Frömmurum. Ég veit eiginlega ekki hvað maður svo þetta. Hann er komið með einhverja strafur á bolta. Já, ég var bara að leita af honum Sænska. Ég þekki hann bara sem Sænska. Ég myndi ekki alveg hann og Fannar. Nei, það er Aron Fannar. Hákvæðingar spila hérna boltanum. Og góð vörn hjá Sænska. Assavörn. Taka hérna Júka, Hjörtur kýpur inn á miðina. Með snöggt skot. En það er framhjá. Það er framhjá. Góð vörn hjá Tómasi. Já. Alveg í grillinu á honum. Nær að komast í skotendina á honum og trufla hann. Og ég var þetta að vita hann rasar hérna. Hann stillaði bara upp. Hann fara að Hákvæðingarnir í stúkunni að láta heyri í sér. Sænski kemur rétt út af. Þá fer Tómas fyrir utan. Og Róbert er á línu. Taka hérna horna Júka. Missar hann sjálfvegi hérna, nær að byrja þessu. Það sleppir fyrir horn.
Matti fær fríkast þarna. Sigurjón röltir eftir boltanum. Hendi komin upp hjá dómarunum. Já, 6 hendingar. Og Aron upp. Og Sigurjón ver. Sigurjón vatna. Hjörtur. Það lína bara. Já. Það ætlaði að sækja fríkastið þarna en það voru skrítið eitthvað. Koma framararnir. Matti árás. Matti góð verið til Símon. Framarar halda boltanum. Er ekki með annan penna eða? Það koma framarar. Matti árás. Það er fríkastið. Vel brotið hérna hjá Einari Bragi og Kristjáni. Einar Bragi brýtur aftur. Kominn aðeins meiri kraftur í vörninni á Háka. Tómas upp. Hann situr á bræðina á 13 metrunum. Gæsið skot. 8-5 fyrir frömmurum eftir tæpar 14 mínútur. Og Elías Már tekur leikhlé. Já. Framarar byrjar þetta sterkt. Þess að geta Andri Már Rúnarsson á kamerunni. Ég að grínast. Ekki taka henni ábyrgð. Elías Már, hann fer til Noregs eftir tímabili að þjálfa og Basti og Guffi að fara að taka við að Háká. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi leikur fer. En Framarar að byrja allan að gífulega vel. 8-5 minna eftir tæpar 15 mínútur. Það komur hann á penni. Já, þakkaði fyrir. Getum við fara að rita eitthvað niður hérna? Ég er með mörkin á hreinu. Kannski brennið þau. Það er Arörn og Matti með 2 kor. Róbert, Tómas, Hrannamóni og Aron Fannar eða Sænski með 1. Allir. Og síðan í Háká er það Einar Bragi með 2. Kári, Tómas, Hjörtur og Kristján Óttó með 1 kor. Það eru ritað á blaði hérna hjá mér. Það hafa þetta líka. Þannig að það stilla Hákaðingar upp í sókn. Fróðlegt að sjá hvað stilt upp í leikurinu. En leikhléinu fyrir ekki. Það er hann að Júka. Einar Bragi kemur hann með. Klippur Garðar. Sænskur. Þetta er vel spilað. Kristján Pétur í gegn. Hann skorar. Þetta var hrikalega vel spilað á Hákaðingum. Taka hann að Sænskan. Hann Kári Tómas og Einar Bragi. Já. Þetta leiklið virðist að gengið upp. Já. Framarar komið áttur í 3 mörk. Marinn sækir á og Tómas Bragi upp og skora. Vel gert þarna Tómasi. Hann hefur mikla hæð þessi strákur og nær að svífa hann yfir hávörnina. Og Runingur dendur og Hjört. Hárur rétt held ég bara. Framarar keyra upp. Það er Aron að ná þetta á Sænska og þeir á að ná að skipta Sænska út og það er Róbert þarna inn. Sjáum hérna Bjarki Finnbogason og Einar Pétur byrjar að hitta. Taka hátnaði okkar. Tómas skipur hérna með hérna. Matti fyrir Utvart, opnaði fyrir Hrannar. Hrannar í gegn en Sjónni ver hann. Vel lesið á Sigurjóni. Hákaðingar keyrir upp. Einar Bragi
með línusetningu Kristján og hann skorar. Vel gert. Hann var laus þarna allt og lengi. Já. Kristján. Staðan er 9-7 fyrir Frömmurum. Sigurvin einni byrjar að hita upp. Aron með línusetninga, Kristján les þetta. Símon í hraðalöp. Við gegn og Símon skorar. Já, reynir að tróða honum að einu á línuna og bara ekki laus. Nei, mark í baki. Varinn þarna. Og Hákáingar geta að jafna hennar leik. Þetta er svo það sem einkennir svolítið Háká. Keyrir upp. Þetta var rosalegt mark einu og bara. Hamrar honum í slónahinn. En þetta er það sem einkennir svolítið Háká. Þeir eru fljótir að keyra og þeir refsa og refsa. Og eru búin að jafna leikinn strax í 9-9. Hann stilla framarar upp. Matti í gegn, já það fríkast, ég ætti bara gult spjald hana. Fyrsta gula spjaldi held ég. Já, það er rétt. Ég veit ekki hvað er merkið það. Ritaði niður hana einhvers staðar. Og við taka hotnaði okkar. Þetta var meira bara stöðuskipti. Háká að brjóta hann á, Pálmi Fannar. Mjög sterkur varnarmaður. Spilar ekki mikið sókn en gífurlega sterkur, sérstaklega maður og mann. Þessi komin upp. Þetta eru líklegast 2 mínútur. 2 mínútur og víti hérna á hann. 2 mínútur víti. Ég held að hann hafi fyrir andlitið á honum hann. Leit ekki vel út. Nei. Þetta er ekki hans fyrstu 2 mínútur í vetur. Nei, ég hef síðan að fá nokkrar. Já, en það er barátt í honum. Góður varnarmaður hann Kristján. Hann fer hann óbeilega í andlitið á honum. Róbert á línni. Og Sigurjón les hann. Vel gert hjá Sigurjóni. Ég get alveg sagt þér það, Sigurjón er búinn að horfa á myndbandsupptökur fyrir leikinn. Klippur hann á Róberti. Já, hann var í allt kvöldaði, nei allt gærkvöldaði. Þá kemur... Það eru tvöföld skipting. Sigurður Jefferson er mættur á línuna, Bjarki Finnbogason mættur á miðuna. Bjarki er að stíga upp úr erfiðum meiðslum, sleitt krossband og er svona, já, ná sér að þeim. Þannig að það er gaman að sjá hann partið og Einarbræði í gegn. Bróna sér í gegn. Bróna sér í gegn, það tekur á mörg skref og það er víti og 2 mínútur. 2 mínútur á hann. Halla... Halldór Sigurðsson. 2 mínútur. Ekki villist. Hver fer á punktinn? Það er Símon Mikael. Já, klaugulegt að fá svona 2 mínútur í bakið. Já, vorum við einu mæri fleiri þarna. Og hann skorar. Hans annað mark í dag. Já, hann skoraði á hraðalöpum og hún glemdi að rita niður. Yes, ég er líka búinn að gleyma það sko. Maður dettur svolítið inn í leikinn hérna. Setja þeir upp í... Róbert leysir henni inn. Áhugaverð hvernig nálgun Basta og Guffa er að þeir taka markmanninn ekki út af. Já, þeir spila með 2 línumenn og þeir bara riki yður. Já, láta svona hlaupa mikið um hana. Það hefur virkað vel bæði í U-liðinu og meistaraflokkum en... Fær hann að skrefa sig.
Það er einmitt fyrir þetta, ef við missa boltan klauflega þá er allan markmaður í markinu. Já, það er helviti leiðilegt að fá svona mark á sig. Háká komist hérna tveimur fyrr, þeir spila ekki með markmenn í markinu. Já, þeir taka hann út af. Sjónni hérna mættur á bekkinn. Kári, vel spilað. Vel gripið hérna. Hann klúrar. Og gott frákvæmt í Aroni. Gott frákvæmt í Aroni. Já, þetta var Aron var næst búinn að ná boltanum hann að sænski á honum en hann klúraði þannig að það kom ekki að sök. Hákáingar eru fleiri, 34 sekúndur í viðbót. Ég sé það ekki sko. Þið eru svo einbeittir, við erum bara, við erum ekkert að tjekka á. Ég er ekki búinn að ná að ditra markaskorun eins og niður hérna. Og Einar bara stelu boltanum. Heyrðu það, tókar hann í hann. Já. Fríkast. Já, við erum að gera þetta í fyrsta skipti hérna, ég og Þórvaldur. Já, ég er að svitna í lófunum og það er bara að fara kannski aftur í styrtu eftir þetta. Aron með skoti, hann fer í hávörðina, það er hot. Fín vörð núna hjá Hákáingum. Já, þeir eru hotni jafnmargi núna. Það er kominn 4-0 kafli ef ég mann þetta rétt. Já, það var ekki 9-6. Hann er á lausu línu, Robby, hann skorar. Ég jinxaði þetta. Jafn, það er 10-10. Það er reyta niður hérna með. Steinsóðandi hérna Hákavörnin, Róbert A1 og klára þetta vel. Já, það gleymdi sér aðeins hérna. Og jafna leikinn 10-10 eftir rúmar 22 mínútur. Stilla Hákáingar upp, Hotnajúki hérna, Bjarki sækir á. Einar Bragi árás. Það er flott vörð, enn aftur hjá fyrirstónum. Tekka það bara aftur. Einar Bragi upp og hann skorar. Gæsel skutu Einar bara. Með sitt, fjórða mark. Fjórða mark. Hann er að draga svolítið vagnin þessa stundina. Góð lífstöp. Fríkast. Það er einhvern veginn að lauma honum inn hana. Ætlaði að taka hann aftur fyrir bak en hann gekk ekki. Það hefur verið skemmtilegt. Skiptaði hérna, Róbert kemur inn á. Þeir taka hérna 7. Sænski upp og drippar og þetta er vel gert. Vel varðið en. Það er að gala opna þarna vörnina. Já, þetta var góð hreyfing hjá honum. Skoti klikkar. Sjónni verð með sitt, 7. skot. Já, Við rettum þessi hálfleik. Þeir taka aftur Hotnajúka hérna. Hjörtur er komin inn á miðuna. Bjarki skot og Bjarki skorar. Gott skot. Gæsið skot hérna. Í gólfi og tilbaka. Það er gaman að sjá Bjarki sem mættur aftur á gólfi. Hann er búinn að vera að spila síðustu leiki. En hann er svona að komast í takt. Siggi stelur, nei! Aron Ærum. Það er að skrifa sig. Hákáingar keyra upp. Þarna var það klauflegt, við vorum búin að vinna manninn þar sem hann náði ekki að stela boltanum. Það er með skref, sýnist mér. Já, ég held að, hvort hann hafi verið lentur. Stekkur hann upp að leita ykkur til að senda. Já. Og það er Hotnajúki aftur. Gott flæði. Skref. Skref.
Það er bara alveg eins báðum megin. Já, hann vilja hafa dómgreiðsluna. Og Sigurður Jefferson brýtur hérna. Fagnar þessu vel og innilega. Ánægður með þetta brot. Og Pálmi kemur inn á í varnarskiptingu. Já, vel mætt hérna í Safamýrinni kvöld. Já, ég held bara smá öfundsjúkur. Það var ekki svona vel mætt á Haukaleikinn hjá okkur. Nei. Það er gaman að sjá þetta. Já, svolítið. Tómas upp og hann skorar aftur. Hann er búinn að sjóða heitur í kvöld. Hann er búinn að sjóðandi heitur. 3 úr 3 og öllu hérna bara á 12 metrunum. Já, hann er öflug skytta, kom frá Þróttari. Já, hún var handboltadeildin hann lög niður og fekk hann að koma hingað yfir. Færði sem seti í Laugardalnum. Ég held að hann sé 2000 módel. Já. Þannig að hann er á framtíðina fyrir sér. Já. Bjarki í skoti, hann skorar. Hann er svo lúmskur í þessum skotum. Það er að skjóta þarna yfir hausinn á manni sem er töluvert herri. Já, maður sér það á Bjarka, hann er ekki alveg búinn að ná sér á meiðslunum. Hann svona, já, hann nær ekki alveg rétt úr nénu en hann er með verið góða hlíf. Já, það kemur. Nú er Arnór Róbertsson búinn að spila tiltölulega lítið. Það er spurning hvort að hann sé eitthvað tæpur, línumæðurinn fram. Já. Hann fekk eitthvað nikk á æfingu daginn og var eitthvað að kveina í bakkinu. Ég veit ekki hvernig staðan er á honum. En Róbert annars bara búinn að gera gott mót þarna á línunni. Já, hann er búinn að leysa þetta mjög vel. Og skotið sem er varið. Og Stjáni hendur sér á boltan. Bara miklu frekari og þetta frákast. Já, þetta er einn frekasti maður sem ég þekki. Já. Símon í gegn, stýr úr línu þarna. Já, hann er með línu. Hann er vel slúta. Það skiptir litlu þegar þú stígur línuna. Já, það telur ekki. Staðan hérna 11-13 fyrir Hákaðingum. Rúmar 27 mínútur búnar. Búinn að vera hörkuleikur. Hann setjum upp í Kairó. Aron kemur inn á miðina. Yfir undir fittan. Og upp í skot. Og sigur á mér. Og þá Hákaðan getur keira upp. Keira upp. Pálmi reynir að opna fyrir Símon. Það er allt lokað þar. Lokað þetta. Og þá hún Hákaðingar í tvöfaldri skiptingu hérna. Bjarki og Kári kom inn í sóknina. Og Hjörtur í skoti og Hjörtur skorar. Gott skoti hann annað. Já, 14-11. Með sitt annar mark í dag. Hjörtur er búinn að eiga frábært tímabil hjá Hákaðingum. Búinn að vera þeirra einn besti maður. Held að sé markaðastu líka. Já, hann var nú að spila með Haukum í fyrra eða ekki? Jú, hann kom fyrir þetta tímabil. Kom frá Haukum U. Búinn að vera að spila með þeim. Fekk eitthvað tækifæri með meistarafloknum líka en það var ekki mikið. En Elli þekki vel til hans, sótt hann. Róbert laus en slöpp sending. Og Símon í hraðlaupi. Og Símon, hann skorar. Skorar hann. Vel gert hjá Símoni, 15-11. Og laus, nei laus maður. Þeir róa á Siggi Brytu. Og framar á taka og Guffi tekur leikli. 11-15. 11-15. Og snúið svolítið við, framar komist í 9-6 og síðan þá tóku svolítið Háka á völdin. Já. Svolítið bara keyra á tæknifélag hjá framurum. Já, Hákaðingar eru mjög góðir í því að refsa og þeir keyra mjög hratt. Það verður gaman að sjá hvað Guffi setur inn upp. Þessi
Já, ég heyri bara ekki neitt. Já, þessi tveir takkar að mjúta okkur. Ok, gott. Þannig að ég get mjútaði hvernig sem er Þorvaldur, og veist það? Já, það er bara gott að vita. Það eru 1 mínúta og 40 sekundur eftir, 11:15 fyrir Hákáingum. Og Framarar fara í sókn. Matti stillir hérna upp í eitthvað kerfi. Sýnist þetta að vera gamla góða 7 aftur. Já, hótnaði okkur. Já. Matti elskar að spila 7. Það er bara að fá. Já. Og Róbert Ríkir hérna á línni. Hendi komin upp. Þeir finna lítið sem engin sög. Aron, ói, Símon stelur þessu. Komið nær honum á endanum. Svolítið mikið að tróðanum inn á línuna. Já. Mér finnst bara eins og hendinni komin upp. Bara Tómas er búinn að vera sjóðandi heitur bara á 12 metrunum. Já, það virkaði í byrjun að tróða línuna en svo er Háká bara búið að loka á það. Það voru að stela þessu boltum og refsa. Það voru hérna með 4 marka fórustu. Það er 40 sekundur eftir að fyrir áleik. Gutti kemur á. Tilbaka og Bjarki, hann skoður það. Gott skot til Bjarki. Það er gott skot. Beint á marki, hann verður hann inn. Skoðum eins og í 5 mörk. Ég held að ég sé búinn að klúra svolítið talningan á mörkunum. Já, Bjarki, þetta er hans 3. mark. Ég man það bara. Var þetta ekki hann Hjörtur? Nei, þetta var Bjarki Finnbogason. Undir þetta skot. Já, Hjörtur fekk þetta á mér. Ég kann ekki breyta því, með penna, ekki blýant. Já, Hjörtur á eftir að skora annað. Hrannar í gegn og þröngu færi. Krullar hann yfir hausin á honum en fyrir stöngina. Óöppin annað. Herru, 11:16 í hálfleik. 11:16 í hálfleik. Ekki bara mjúta okkur og... Jó, kom bara sterkir inn í seinni. Bara í þetta? Já.
inn í hægri skítuna. Ungur leikmaður. Og sömuleiðis Stefán mættur líka inn á 25. Báðir ungi leikmenn. Þessi er fættur. Steppi 2002 og Kjartan ennþá yngri en það. Framarar stilla henni í hornauka. Matti sækir á. Reynir að losa hann lína. Og vel brotið hann á Eliassi. Eliassi mættur inn á. Og Sigurvin er mættur í hægra hornið. Og Einar Pétur er mættur í vinstra hornið hérna á Hágangu líka. Og þreföld breyting. Það er gaman að segja frá því en hann Elias Björgvin, hann er bróður minn. Og hann stilur boltanum. Þetta er ekki hvað er, jú, Framar að veiða boltan. Og stillu upp fyrir sænska. Herru, Ári mættur. Hann bombar í andlit á honum maður. Þetta var ekki fallegt. Sjálfsög ekki viljandi en... Þetta er brósi. Já, ég var að segja það. Bróður minn. Það er bara öll fjölskyldan inn í húsinu. Mamma á reytaraborðinu og pappi og systir mín upp í stúku og... Já. Bróður minn að spila hérna. Hann þarf að fara út af í 3 sóknir. Og Andri svola sig, kíkir hérna á hann. Veist alltaf svolítið skrýtin regla eins og þarna fær hann bara bombi í smetti og fær refsingu fyrir það. Já, mér sýnist Elli nú glotta hana, það er í lagi með hann. En þetta hefur að sjálfsögðu ekki verið þægilegt. Aron reynir bara aftur. Aron bara næsti niður. Nei, þessi fyrir yfir. Og keyra Hágangar. Og Hjörtu. Vel varið. Þessi leikmaður og líka bróður í Háganliðinu. Já, það eru Arnór mættur í markið. Hann bróður hans hérna, Kristófur Andri Dagarsson. Efnilegu markmaðurinn Arnór og Stefán. Og Stefán sækir víti, vel gert þarna. Og þá kemur Robbi inn á og fer að búta inn. Sigurjón var í síðasta víti frá honum Róberti. Það verður spennandi að sjá hvað hann gerir hérna. Og hann tekur það bara. Samstæða. Maður svo það. Það er 17-12. Þetta heyrist þetta pennaklikk hjá mér. Þetta er svona... Það er bara skemmtilegt. Robbi með sitt 3. mark í dag. 2 úr vítum. Það er einn Sýminsala Kairó. Hann reynir þarna góða sendingu, nei, snirtilega sendingu en ekki var góð. Nei, hún leit vel út samt. Nú er hægri kanturinn hjá okkur rosalega ungur. Þetta er hann Stefán Orri Arnalds og síðan hann Kjartan Þór Júlíusson. Þeir eru eitthvað gamlir. Steppið er 2002, ég veit það. Og hinn er yngri, ég held að hann sé alveg 2004 eða eitthvað. Já, þetta er mjög góður. Jafnvel 2005 sko. Já, þetta er góður plattform fyrir þetta. Kannski er maður komið full langt á en... Fá að spila hérna í næstu þessu deild. Já, þetta eru mikilvæga mínútur fyrir það. Og hann losar Arnór erfiður stöður hana. Ítti hann ekki aðeins eftir honum? Já, ég hefði viljað sjá... Já, mögulega vítið hana. Háka ekki sækja. Já, opnast allt. Og Pálmi fyrir gegn og skorar. 2 mínútur ekki samanlega. 2 mínútur? Það er óþarfi. Bara að leyfa þessu marki að fyrir gegn. Það var ekki þannig brot. Nei, ég er bara eiginlega botn ekki í þessu. Ég skilja að víti að þetta klúrast, en... Já, en það var vel gert upp Pálma. 2 mínútur, full gróft. Hann er ekki þekktur fyrir að skora mörg, en... Er að skora, það verður skemmtilega. Hans fyrsta mark í dag. Spilum við 2 orðvenda hérna. Ég reynir að losa hann línuna. Gekk ekki. Gekk ekki upp.
Og ákoma Hákaðingar hérna, einu fleiri. Geta komið þessu í 7 mörk. Byrjaði vel hjá Frömmurum, aðeins dótt undan. Já, Hákaðvörnin er búin að vera sterk. Hérna síðustu, 25 mínúturnar. Hann var að spila góða vörn núna einu færi. Kemur þetta blokkering. Það er bara gamli góður rússinn og víti 2. Já, þetta var rétt held ég. Tókar hann það með sér niður. Meiri 2 mínútur en á hann Hrannar. Já. En bara láta víti duga maður. Já, bara láta þetta. Þá fer Símon Mikael á punktinn. Og skora sitt 4. mark í dag. Ég held að það sé komið 4. 1 mark til eða frá. Skýtt ekki maður. Afsakaði að mörkin okkar fari í bull. Já. Þeir eru nýgræðingar í þessu. Áspila Framarar. 2 færri. 4 í svo. Það er ennþá með marki. Mestu 40 sekundunar. Þetta er þröngt. Hann sækir bara frikast. Nú þurfum við svolítið að drepa tíma bara. Lúmskur sænski hérna að taka ólulegt frikast. Já, hann veit alveg hvað hann er að gera. Hann kann öll bröðin í bókinn þessi. Klippið hérna Mata. Og Kjartan. Missa boltan. Einar Bragi keyrir upp. Hann er svolítið mikið fyrir að bara setja hann í slána inn. Vel skotið það með Einari. Með sitt 5. mark í dag. Markahæstur í dag. Hann getur verið að leggja hann, það er bara að vera að bomba honum. Já. Það fáum við fyrir manninn inn á. Róbert hérna kemur inn á línuna. Enni tæknifellin. Sænski, hvað er að gerast hérna? Hörðu! Það er alltaf sjóð upp úr hérna. Það er hiti hérna, Hvað er að gerast hérna? Ásæll hérna ítir eitthvað við sænska. Gríðarleg hiti hérna, ég veit ekki hvort það er nást á kamerunni. Nú bara kemur ljós hvernig þeir snúi sér þessi dómararnir. Já, ég er alveg furðu lostinn hérna. Það byrjaði mjög sjaklust eitthvað og svo voru þeir að kýtast þarna Sigurvin og sænski. Mér sýnist þetta vera rautt kort. Og Stjáni og Ásæll fá 2 rauð. Þetta Það er þá sennilega fyrir það að Kristján Otto Ég ætla nú að segja það, mér fannst þetta að vera bara rétt á hann Kristján sko. Já, hann hleypur á honum og hrindir honum sko. Það er aldrei vit og gott sko. Og Ásæll ítir líka í hann. Það er komin hiti í þetta. Það eru 2 sendir upp í stúku. Hvað? Það er gaman að smá hita. Já, og hvað? Fór sænski bara bekkinn og ekki 2 mínútur eða? Er sænski bara að sleppa þennan? Já, sko. Já, sænski drýtlaði bara hérna á bekkinn, hann er bara að sitja til þetta. Það er helvítið vel fiska 2 rauð spjöld, ef svo er. Já, það er mikil hiti þetta í fyrstu lýsingunum okkar. Ég Já. veit ekki alveg hvernig ég höndla þetta. Þeir voru náttúrulega 6 á honum einum manna í kringum hann. Já. Sænski með mikið jafnaðgeð. Ákvæðingar eru ósáttir að hann sleppi, en Hákaðingar halda boltanum. Hákaðingar halda boltanum. Þeir eru þá orðnir 4-4. Já, þetta er... Svona gerum við þetta þegar þegar vantar mann inn á. Já, byrju, hann bara jafnit út. Framarar eru 5. Þeir eru bara með einu Eru 5? brottvísun, eða ekki? Ég skoða bara töfluna, sko. Já, það er bara 1 mínúta. Það vantar mann inn á hjá Frömmurum. Aron er að gera sig kláran. Já. Og uppálega brotið hérna hjá honum Sigurvin og sænska. Þeir sluppu bara báðir. Já, en ég held að það hafi bara verið æsingurinn í Kristjáni og Ársali sem fengu þetta rauða spjald. Já, þetta... Ég hef satt
hefði þeir sleppt því þá hefði örugglega Sigurvin og Sænski bara fengið sikkur á 2 mínúturnar. Já. En það hefði verið kannski full gróft að gefa 2 rauðspjöld. Já, þeir fengu hvoru ykkur. Sænski veit alveg hvað hann er að gera. Ég hefði aldrei séð á þeir að komið 2 rauð og 2 tennur. Hjörtur skorar hérna. Nei, ég hef ekki séð þetta áður. 2 mínútur og Tómas Braga. Það er alltaf sjóð upp úr hérna. Já, ég bara hef ekki undan að hvita hérna tölfræði. Nei. En það verður nú að teljast kannski klaufulegt að fá 2 mínútur þegar þeir eru 4 í sókn, en svona er það. Sá ekki alveg hvað gerist. Maður dettur svo mikið inn í þetta. Já, ég er bara... Gleymir sér alveg hérna. Það er komin gífuleg stemming í Hákonstúkuna hérna. 4-4, þetta er eitthvað góð taktísk æfing bara. Já, þetta er bara. Og Matti í gegn, Sigurjón Ver glæsir að varið hérna. Það er gríðarleg stemming hérna í húsinu. Já, það er komin líf í stúkunar. Þeir kveiktu vel í þessu Sænski og Sigurjón. Já. Og Kristján og allir þessir. Sæli. Og Matti í gegn og það skorar. Vel gert hann að Matta. Þriðja markið í mínum bókum. Já, það líka á mér. Já, við erum samanlega því. Og staðan innan 13-21 fyrir Háká. Herru, já, þeir eru bara búin að... Já, ég tók Þetta fór líka fram hjá mér. Ég tók ekki einu svona eftir því, sko. Ég held að það væri svona 4 marka munur. Þannig að hitin hérna lætur eins og þetta sé jafnari leikur, sko. Já. Hjörtur, þetta eru Það er skref. Það er rétt. Þetta er rétt í dómur. Það er nóg að skipta. Og þá rífur Andri Már kjafti hérna eitthvað. Já, hann er ekki svolítið með dómgæsluna. Hún er bara búin að vera flott. Ég hef alltaf sagt að ég hef lítið kvarta í dómurum og ég kann svo lítið regluna sjálfur. Þannig að ég... En þegar þú kvartar, þá kvartar þú helviti mikið. Þetta er bara ekkert. Erðu? Hann er ekki inn í teik. Þetta er svona klassís, annarkvort verður þetta að vera rauðningur eða víti. Já, Matti haltrar hérna eftir þetta. En dómarinn ákveður að dæma bara ekki neitt. Það er sjaldan sem maður sér þetta. Já. Það er 8 marka munur. Það er bara 20 mínútur eftir. Með svona sýnist á öllu að Háká sé að sigla þessu. Þeir eru komin með nokkra punta á dolluna. Já. Það er við ekki þá rétt, þá verður eitthvað fagnað fram eftir kvöldi. Já. Hörðu, dettur á það. Siggi, grípur hann. Og skorar. Hann gerð þarna snýr með mann í Hans fyrsta mark í kvöld. 13-22. Eins vel og Framar að byrja þennan leik. Það var svona aðeins bara að halla undan þessu. Já, þetta er svolítið búið að vera svona einkennir fyrir Framara. Þeir eru oft í liðunum lengi vel og síðan eru... Á, góð sending hana. Sigurjón Ver hana. Loka kloppanum. Ver hana frá Arnóri. Þá er Kristófar Andri Daðarsson mættur inn á. Það er skemmtilegt að hann spila hérna á móti bróður sinum. Já, kannski setur eitt í... Nei, bara Arnór verið frá honum. Já, Það var skemmtilega. kannski. Kristó er uppalega framari. Gríðarlega lungi leikmaður. Og hann fór til Afturöldingu og eitthvað ekki. Já, ég spilaði með hann fótbolti í Fylki. Já, gott fríkast hann á Tómasi. Þannig að ég vil titla hann sem Fylkislegend. Ég spilaði með honum í fótbolta, ekki handbolta. Já. Hann brýtur aftur. Tómas búinn að eiga bara svona nokkuð fína leik. Já, hann er búinn að vera góður í vörninni líka og sóknarlega. Og framhjá. Hann skorar ekki á brósa. Það er hérna... Og þetta... Tómas með skotið framhjá. Og gera Hákaðingar upp. Og Hjörtur. Þeir eru með rosalega... Hörru, Elli í gegn. Og brósa! Elli skorar það. Gaman að sjá hann Elli að skora hérna. Þetta er mikilvægt mark fyrir hann. Fiskar hérna 2 mínútur síðan á hann Halla. Halla.
Veit ekki alveg hvort þessi númer 1 eða 2. Ég finnst hann eins og hann hefði fengið á hann. Já, hann fekk í fyrra áleika, ekki? Já, ég segi það. Ég er nokkuð viss það. Það er spurning hvort við fáum 3. rauða spjaldið í dag. Já, vel gert hann að velja sig. Hann var að spila út í Þýskalandi. Já, TVF 05 Múlheim. Með þér einmitt. Með mér, já. Spilaði þú einhverja leiki? Já, það er reyndar skemmtileg saga. Hann fór út hana 1 ára undan mér og svo mætti ég hann út 1 ára setna og svo voru við báðir að fara að spila fyrstu leikinn okkar. Hann var náttúrulega, hann var meiddur. Matti ykkur stóna. Hann var meiddur og hérna fyrsta árið og svo voru við að fara að spila fyrsta leikinn saman. En þá, hvað ég segja? Hann fær puttinn á svo lið eftir samskiptið við mig æfingu fyrir leik. Þannig að ég spilaði leik á undan honum samt var hann búinn að vera þarna í 1,5 ár. Sko. Já. Náðu þið ykkur leikur saman? Við náðum einum leik saman, en við, já. Síðan kemur COVID eða? Já, síðan kemur COVID-pása og deildin úr canceluð þarna út í Þýskalandi. Báðu komnir heim? Þannig að við erum báðu komnir heim hérna. Komum í janúar. Alveg ákvað að fara í HK, en ég ákvað að taka slagið mig fram. Já. Spilið þið kannski í sömbiðum í næstu deild á næsta ári, saman í næstu deild? Já. Stebbi reynir að fara henni í gegn. Það er fríkastið. Heyrðu þetta sending. Kringla sig hann í gegn. Vel gert af Stefáni og geggjur sending á Mata. Hans fyrsta mark í dag. Herru, ákvæðingar Galop með hérna hotnið. Og þetta var hann Sigurvin. Með sitt fyrsta mark í mínum bókum. Fór ekki að fara með það. Og ég segi þetta er komið í léttbull á mér eftir. Það er bara í losti eftir þetta rugl hérna á hann. Já, 14-24, 10 marka munur. Korter eftir. 10 marka munur. Framarar búinn að missa fulllangt frá sér með að það var bara jafnræði með liðum hérna fyrsta korterið. Já, Framarar voru bara yfir. Já, þau voru í 9-6 síðast. En HK heldur betur, tekið við sér. Það var kannski eitthvað skjált í HK-ingum hérna. Já, það líklegast verið eitthvað stress, smá spenna. Spennistuði hátt. Kjartan, þetta ekki fríkast? Nei. Þeir leifa þessu bara að halda áfram. Já. Ótrúlega satt. Ég hef nú viljað sjá fríkast þarna. Já, þetta var nú ekki eitthvað frítt skot sko. Nei, Ágúst Ingi mættur hérna inn á. Hann er einmitt bróðir Arons Gauta hérna, sem er búinn að vera hérna fram síðustu ár. Það er allt morandi í bræðurum hérna. Já, það er gaman að þessu. Einhver fjölskyldu tengsl hérna HK og Fram. Það er taka 7. Og hann finnur línuna. Arnór vel varið hérna. Verið hérna frá Sigurði. Góð þarna, no-look sending. Já. Vel varið hjá Arnóri. Þeir setja bara upp í sama kerfi. Á kemur hann á þetta, en flott vörð hjá Tómasi. Og hann vippar sér, nei, það er ekki að skora. Arnór hleypir engum. Nei, hann er ekki að fara að láta bróðið sér skora þenni í kvöld. Nei. Og Marrin Matti, vel varið hérna Sigurðunni. Sigurðun búinn að vera flottur í kvöld. Já. Þeir ljúga ykkur tölu vörslur. Hann er með góða 15. Hann er ekki alltaf með 15 bolta, 15-16. Það þarf að setja yfir 50% vörslu á hann. Nei, hann er með 13 bolta. Maður þarf alltaf að gefa Sigurðunni aðeins. Ágúst skot en Arnór Arnór var komið sterkur inn. Já,
Hann er mjög ungur og efnilegur markmaður. Er hann ekki líka eitthvað 2004 eða eitthvað? Jú, hann er eitthvað svoleiðis. Með svona góða holningu á markmanni finnst mér. Já, svona markmannshreyfingar. Og Bjarki, Halli verið það vel hann í vörninni. Klassa vörni á Halla. Bjarki kastar honum út af hérna. Og Framar að keyra á. Og Ágúst brýtur á Kjartani. Þá Agnar mættur inn á miðjuna hérna. Ungu menn að fá að spila. Stillir upp í hring. Hörðu, þetta á bossan þetta. Agnar, fínast að fitta. Steppi fer mjög þröngt. Skýtur í stönguna. Reynir að lauma honum hann á nær en þetta var mjög þröngt þar. Stöngin sér við honum. Og Halli brýtur hérna eða. Hann getað fiska rauðningin hana. Já. Koma blindir hérna. Halli töltir hérna út af. Alltaf gaman að því að menn spila með íþróttagleru. Já, hann notar gleru. Já, ég notar líka gleru. Já, þú notar ekki íþróttagleru. Nei, ég bara með linsunar. Það væri gaman að sjá þig með þær. Já. Hann búinn að spila með þetta síðan bara yngri flokkum sko. Þetta er þriðja skotið á Kristóf framhjá. Það er ekki svolítið langt síðan að koma mark. Mér finnst bara eins og ég er búinn að vera hérna síðustu 5 mínútur ekki búinn að koma mark. Það er þá 14:24. 12 mínútur eftir. Þá stillir Agnar upp í kerfi. Þetta er sonur Einars Örns Arnars Jónssonar. Já, íþróttafréttamann. Og fyrirrennandi handboltamann. Ég held ég fari ekki með rátt mál hér. Það er gaman að því. Og góð verðan á Kjartani. Bjarki að reyna á trónum í hornið. Ákvæðangarnir eru byrjaðar að tralla hann í stúkunni. Þeir eru eftir að halda fram á eitthvað fram á nótt. Já. Syngja og trolla hérna nótt. Nú komin eitthvað læti hann í naflan. Ekki í fyrsta skipti. Nei. Og þetta er bara fram á þennan bolta. Og tekur langa bolta. Góð vörð á Ágústi. Það var fínast lending það. Já, bara að gera að reyna þetta. Já, við höfum engu að tapa. Taka Júkan. Spila tilbaka. Missir bolta. Já, það er einhver vandræði gangur hérna. Þeir eru kannski bara að byrja að hugsa fögnin í kvöld. Já, þetta er svona 10 mínútur eftir og 10 mörk. Hann verið það. Hann er búinn að bara... Já, hann er búinn að koma flottur inn hérna. Búinn að múra fyrir ramman. Já. Og Guffi tekur leiklega. Ég er nokkuð viss það er ekki búið að gá mark hérna bara í ykkur 8 mínútur. Nei, ég er bara... Nei, ég er bara með rátt máli. Nei, ég er bara búinn 14:24, bara heillengi sko. Já. Við erum bara búin að loka hann í rammanum. Guffi fyrir málinn reynir að... Hann er að gera ykkur breytingar hérna hérna. Ég sýnist Atli verið að koma inn á hérna. Inn í vinstra horni alveg örugglega. Já. Held ég. Já, dómgæslan er búinn að vera fín í kvöld. Já, maður er ekkert við þá að sagast. Það er erfitt að meta þetta atvik hérna á þann. Já, á svona. Það bara... Ég vil alveg meina að þessi rauðspildu eru rétt, en það er spurning hvort það getur verið meira á... Já, 2 mínútur á Sigurvin og Sænska.
Svo er spurning, já, þetta er bara svona eitt atvik til eða frá, hann er bara búin að vera mjög flottir. Já, það er erfitt að dæma handboltaleiki. Það eru út að taka Stóra ákvörðun. Já, og margar. Það er bara fylgjast með í 60 mínútur. Það eru Gauji mættu líka hann í hægra horni. Já. Þeir spila hérna 3 framarar. Ég held að hann sé aldursfórstu til liðsins. Hann eða Róbert. Já, eru ekki báðið 96? Já. Aron, en Sjóni les þetta, en framarar halda boltanum. Guðjón verandi lögfræðingur held ég. Það er svo. Já, flott í honum. Og hann kemur að Já, fullur græð. Já. Hann sækir fríkasti. Hann er skemmtilegur hóttamæður með svona öðruvísi en skemmtilegar hreyfingar. Tekja hérna Kæró. Hendi komin upp og Skrúar hann á línuna. Sigur hann með geggjaða markvislu. Ég er nokkuð viss það að Sigur hann sé yfir 50%, Þórhallur minn. Ég bara stið það er bara flott. Góð leikur. En þetta var fínasta sókn af frömmurum en skotið að klikka. Hann fær heiðurskiptingu hérna, Ingvar er mættur í raman. Er hann með hárband? Hann segir það. Er þetta hárband á hann? Já, hann er samt ekki með neitt hár en... Nei, ég er alltaf gaman á mönnum sem eru bara með krúnurökkaðir en með hárbandi. Ég veit ekki alveg. Það er sveit í augun. Heyrðu, það er aftur framhjá. Touchaði hann? Já, ekki bara gefa hann þetta. Ágúst aftur fljótir aftur tilbaka. Já, hann er að skilja sér vel heim hann Ágúst. Þú kemur á þetta, já. Já, Gauj. Áræðinn hann það. Já, bara... En Ingvar sér við honum. Þeir bara, ég held að bara... Þeir ætla ekki að skora mark, hvori lið. Það er bara 14-20. Það er ennþá 14-24. Ég er að segja það, þetta er búið að vera bara síðan á 10. mínútu eða eitthvað. Já, þetta er... Við erum búin að læsa rammanum. Það er alltaf gaman að góðum varnarleik. Já, einmitt, skemmtilegu varnarleikur. Já, Ó, nei, það er lok-lok-læs. Það er lok-lok-læs. Arnór, nei. Þeir fá samt boltan. Ég vilja fá hann markast hann. Viljóðan hefur Arnóri, númer 2. Alltaf gaman á markmennum með skrítið númer. Lalli númer 7 í meistarafloknum. Já, það er stórfurðulegt. Hann svaraði spurningu í framblaðinu að það væri út af því að Beckham hafði númer 7. Beckham átaðandi. Já, það eru Símon í gegn. Og hann skoðar. Virkilega vel slútið á Símoni. Þetta er bara fyrsta skiti sem að fer á blaðið í langa tíma. Já. Merkir markaskorara. Þetta er hans 5. mark í kvöld. Eða 5. 7. Já, ég er með 4, hann að bæta minnu. Ég kom með 5 allavega. Já, 5. Flott, ánægð með það. Og Halli mættur hérna í vinstri skítuna. Stór og stæðilegur drengur. Álega nokkað slummu stundum. Og hann er að... Og Elías blokkar þetta í hávörðinni. Hér er hérna og línan laus en þeir spila áfram og opna og... Símon þorir ekki í gegn. Hann er bara sáttur með sín 5. Já. Búinn í dag. Ætlar að halda 100% nýtingu. Já. Hún skiptir miklu máli. Já. Stilla henni upp í Júka. Nei, það gerist, já. Veit ekki hvort þetta var planað en... Jú. Gefum við það. Það er á að trúa bróðinum. Já. Og upp með Kristó. Arnór vel frá Kristó. Eitthvað á hann eftir að minnast á þetta í kvöldmatnum. Já, hann glottir hérna. Hann er sáttur með þessa vörslu. Hann er eitthvað sáttari með þessa vörslu heldur en einhver aðrar. Ég held að Kristó er ennþá ekki komið mark á Brósa. Búinn að taka það þó nokkuð skot hérna. Já, ég spáði því samt þannig eftir að skora næsta. Nei, Arnór er búinn að loka. Og Aron upp. Aron sleður í eina sleggju. Ánægð með þetta. Það þarf að gera meira þessu. Já. Hvað, hans 3. mark í kvöld? Já. Mér sýnist það. 15-25 hérna og 5 mínútur eftir.
Já. Þannig að það alveg hægt að gefa sér það að HK eru orðnir deildameistarar í grilldeildinni. Við erum mættir í Ólís deildina. Og það er bara gaman að því, fjallið við fyrra. Já, og Guffi og Basti eftir að taka við þeim. Og það verður gaman að sjá hvernig þeim gengur í Ólís deildina með HK-ingunum. Og hann opnast allt. Og Ágúst í gegn og skorar. Fínasta mark. Svolítið opnir hann að hægra meginn. Já, Gauji var eitthvað að reyna að stela hana. Ómar koma í Valli, tekur tjekkan, gengur ekki. Já, vörnin hjá HK er búin að vera mjög góð hérna í seinni hálfleik. Já, eða bara frá svona 10. mínútu. Já. Þá held ég að Fram hefði komið 9 mörk eða eitthvað og síðan þá 6. Já. Þannig að þetta er búið að vera fínast vörn hjá þeim. Og Halli. Heilja sverð þennan, hans annað. Já. Gauji ætla bara upp í sirkusinn. Já, ég vilja sjá það. Já, það hefur verið skemmtilegt. Og Aron upp, hanna. Hann er byrjað að skjóta þá fyrir. Já, hann á þetta til strákurinn. Þeir keyra, Guðjón reynir aftur að stela, en hörðu. Hann er svo sterkur þarna, Siggi. Já, þetta var... Það er erfitt að halda honum þarna. Vel snúið á hann, bæði mörkin hans sem búinn að vera að snúa með manni í baki. Já. Skora samt. Eitthvað sem þú mættir fara að byrja að pröfa? Nei, bara að gera það flott, held ég. Það er oft með línumenn, þeir eru oft bara betri í kontakt, sko. Það er bara á að sleppa þeir. Já, alltaf komið með vítið. Það glimur allt húsið hérna í HK-ingunum. Já, ég er alveg nokkuð viss að það séu tölvöld fleiri HK-ingar hérna en Framarar. Já, það er kannski að því að þeir eru á leiðinu upp. Ágúst í gegn. Og Ágúst skorar. Vel gert hann að Ágústi. Fínasta mark hjá honum. Já, sitt annað mark í dag. Og þeir missa boltan. Það búið að vera aðeins og mikið tæknifélag hérna síðustu stundina. Já, ekki veit ekki hvað gerist þarna. Úr síðuvinn í gegn. Nei. Missi bara boltan. Það er alltaf ekki ruggli þessa stundina. Já, þetta er nú ekkert öskrandi gæði hérna í gangi. Þú verður svolítið klögulegir feilar hérna á báðum helmingum. Síðustu mínútur. Já, það er bara svona, ég held að þessi leikur er búinn og menn eru bara aðeins búin að missa hausinn. En það er hérna 16:28, 2 mínútur eftir. Þetta er í Oddajuga. Halli kemur á þetta bara... Upp á hægri og setja hann niður. Þeir eru ekki að dæma á dómar hennar á svona kontaktskot. Nei, þeir eru að leyfa alveg mikið. Leyfa hörku. Það er bara... Og Kristóður upp. Já, setur hann að djæfa hann. Og Arnór! Arnór er búinn að vera geggjaður þetta. Við erum að koma inn á. Rosalega góð vassla hjá honum. Já, hann er búinn að vera geggjaður þetta. Þetta var sem ég sagði, línumenn vilja oft bara kontaktinn, sko. Já, leiðu að það frí skot og klika þér. Og þeir stilla henni upp. Það er eitt vinstri. Draga hérna frá, Kristó kemur á þetta. Og, Nei, Alli hendur honum miður. Já, Rjúpa. Og hann fyrir utanvert í þröngt færi. Og Ingvar verð. Vel var í honum. HK-ingar eru byrjaðar að fagna hérna. Stúkan á þeim trillt. Já. Það eru trommur og læti. Aron Gauti hann að manna fremstur í stúkunni og stiða HK-ingarna. Já. En HK-ingarna eigi þetta nú skilið, þeir eru búin að vera flottir í vetur. Já. Á þessu tímabili. Þeir eru á innbyrðis viðregnum með það ekki. Og Kristó með sér fyrsta mark. Kristó skorar að brosa. Hann ljóta að koma að því. Hann náði ekki clean sheetinu hann Arnór. Já, er það ekki þannig að HK er að komast upp á innbyrðis á Víking? Er það ekki með jafnmikið stig? Jú, ef Víkingur eru að vinna leiki núna þá erum við innbyrðis á það. Víkingur er líka búin að eiga flott tímabil. Þeir fara þá væntanlega í umspil eða ekki? Og þeir eiga Hörð
og síðan Fjölnir Kría. Já, getur orðið skemmtilegt. Já, það þannig að mínir menn í Fjölnir komast upp, þá eru við báðir sáttir. Já, mér finnst Víkingarnir samt líklegri. Jón Gunnlaug í brúni. Þannig HK deildameistarar í grillinu og Fram eru á hinum enda töflunar fara niður í aðra deild. Já, bara eins og það segir, HK eiga að fylla þetta skilið. Siggi bara að taka ormin í það. Bara vel að þessu komnir og bara til hamingju HK-ingar. Það er ekki bara þá að þakka fyrir okkur, eða? Jú, ég held að þú sért að fara að kynna hérna, ekki? Við óskum HK-ingum innilega til hamingju með deildarmeistaratitilinn.